gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóð Mjóð. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Við ætlum að halda boltanum á lofti frá síðasta þætti og halda áfram að tala blag. Enda halda menn nú boltanum á lofti svolítið í blaginu. Velkonir í settið Arnar og Egill. Takk fyrir það. Þið eru bráðir í stjórn blagdeildar hjá KA og það nú heldur betur ágætis árangur þar. Já, þetta búið að vera skemmtilegur árangur. Já. Í vetur og í fyrra vetur líka, ég var kallaliðinu, þannig að það er sannlega búið að halda boltanum á lofti, mjög gaman. Þetta er búið að vera svona, svona stefnar síðustu 3 árin að reyna að taka flýðið svolítið upp á við, sko. Akkurat. En þetta gerist ekkert bara með liðinu sem inn á vellinu, það þurfa að koma margir að og þar komið þið inn þó að vissulega sér nú líka að spila. Já, þetta gerist ekki með hópafólki og það er rosalega duglegt fólk, það er ekki margir en mjög duglegt, það sem er á bak við þetta. Og þetta gerist ekkert öðruvísi, sko. Akkurat. Og árangurinn hjá kallaliðinu, hann er búinn að vera mjög góður síðustu árin, en kvennaliðið, það er að spýta svolítið í núna. Já, við lögðum svolítið upp með það. Við ætlum að gera síðasta ári að byggja upp kvennaliðið og það hefur heldur betur tekist. Við eins og heppnir að vera með háskóla á Akureyri sem að leikmenn sækja í, þannig að við græðum svolítið á því og hann hefur styrkt liðið og með því að líka fá nýjan þjálfara í kallaliðið og fengum við leikmann með í kvennaliðið, þannig að þetta er alveg mjög gott, sko. Og þetta er líka, sko, eins og segir, það er háskólinn hjálpar, sko, og svo náttúrulega kannski hjálpar það að fólk vilji koma í KA. Já. Ég vil meina það líka. Ef þú skapar eitthvað umgjörð, þú veist, þá ertu með, ok, það er háskóli hér, en ég ætla að spila fyrir KA. Þegar það er eitthvað spennandi að gerast þar. Og þannig að með einmitt, eins og Egill segir, að fá Matteo til að þjálfa kvennaliðið, ég held ég bara hafi verið algjör bara snildar, hattarðisvinningur eiginlega. Algjörlega, sko. Og þetta er ekki bara KA, heldur þetta bara Akureyrarliðið í bænum alveg eins og þó eru með körfubolta, þannig að KA er með blagliðið. Hérna er engin rígur í blaki. Innanbæjar. Það er rígur, það er ekki innanbæjar, sem er rosalega gott. Þetta er bara, þú veist, blak er bara í KA og körfuboltinn í Þór. Það er bara frábært. En nú er líka verið ýmislegt að gera til KA eins og KA TV hefur verið að sýna frá þessu og það hjálpar þessu öllu saman að verða sýnilegra því að nú er blak gríðarlega skemmtilegt sjónvarpssport. Það er búið að vera, sko, KA TV er alveg bara búið að standa sér frábærlega í þessu og við erum bara að fá hrós einmitt frá öðrum liðum og frá Blí að bara KA TV er að gera þetta virkilega vel og þú veist, að mínu viti stundum að gera þetta betur heldur en alvöru sjónvarpsstöðvar, sko, þannig að þetta er bara mjög flott, sko. Ágúst alveg hróskilið fyrir þessa vinnu, sko. Hann er óbáslega duglegur að mæta og pappans náttúrulega líka. Já. Þeir eru náttúrulega bara gullmólar, sko, sem að KA á, sko, þannig að... Og svo þetta að vera með að reyna að tala inn á útsendingarnar og annað, það gefur þessu svo mikið, sko. Það gefur þessu svona aðeins líf að hafa, einhvern að reyna að segja eitthvað og vera með þessa tölfræði og allt þetta dót. Þetta er bara algjör snilld. Mjög flott, sko. En hvernig er þetta, sko? Nú eru ekki kannski mörg lið í deildinni en það eru nokkrar deildir og það er hörð deildarkeppni báðum megin, bæði kalla og kvennamegin í blakinu. Já, það eru, sko, einhvern veginn eins og skrítið að það er hvað eru 6 deildir í kvenna og það eru 4 deildir í kalla en það er ekki mörg lið í efstu deildinni. Í kalla allavega, það eru bara 5 lið. En já, það er alveg hörð keppni, kannski svona harðari keppni í kvenna, jafnara. Já. En svona meira 23 lið í kalla sem eru sterkari, sko. Já. Og kallaliðið okkar hefur nú verið svolítið dóminerandi allan í vetur. Þannig að þetta er svona það sem maður vilja sjá í framtíðinni er það að við fá bara svona alvöru deildarkeppni þar sem lið koma upp og falla niður og fá svona meira fleiri inn í þetta því að við hefum lið sem er alveg við það að fara að komast upp eins og á Siglufirði og það er í kring uppbygging, það er alls staðar uppbygging í blaki og það er það sem maður vil sjá eiginlega, það er að fjölga liðum í efstu deild og gera þetta svolítið alvöru. En nú er sko, Ísland er ekkert stórt land og það eru margar íþróttagreinar og mikil samkeppni, það er bara vist margir, við getum sagt svona háklassa leikmenn og það er mikil barátta þessa sterkustu leikmenn. Hvernig hefur ykkur gengið í þessu að lokka til ykkar og fá þessa sterku leikmenn?
Það nú bara gengið ágætlega, sko. Já, það Við hefum svolítið fengið Amerikana, eins og Mason, og svo var Q hjá okkur í fyrra. Sko, það að hjálpa okkur að Íslandi vinsælt ferðamannstaður upp á að fá svona erlenda leikmenn. Þeir vilja koma til Íslands, það eitthvað ævintýri og þú veist, spila blak frábært. Og en svo eins og með kannski baráttuna hvað segir maður, krakkana í yngri flokkunum, og þar erum við búin að vera að reyna og byggja mikið upp og ná bara flottum árangur síðustu 2 árin. Og það gengur betur kvennamegin. Strákarnir eru svona aðeins að uppgötva þetta að pínu kúl að geta hoppa hátt, sko. Og barið fast. Og það kemur bara, en eins og ég segi, það er kannski okkar helsta svona berjast í þessu. Við vorum með frítt æfi í fyrra og bættum við held í 80% eða eitthvað svoleiðis í yngri flokkana. Nú erum við að vera komin með flesta yngri flokka í æfingu. Þannig að þetta er bara beint upp á það held ég, sko. Akkurat. En þessi leikmenn sem eru að fá utan, hvernig njósniði eða skátið, hvernig finniði þessa leikmenn? Sko, já, það eru náttúrulega umboðsmenn. Þeir eru náttúrulega allir með umboðsmenn og maður fær nú nokkur skilaboð, sko, vantar ekki leikmenn, vantar ekki svona, við erum með þetta og þetta. Og þá yfirleitt einhver vídeo svona sem við fáum og setjum þá kannski í hendurnar á þjálfurum, sko. Já. Og eins og ég segi, Filip þjálfari karlaliðsins rosalega naskur að sjá hæfileika. Hann þarf bara rétt að svona kíkja, já, þessi getur. Já, það alveg hreint, hann alveg gegnsýrður af svona blaki og rosalega fljótur að koma að auga hæfileika. Hann líka mjög góður í því að búa til leikmenn. Já. Hann alveg hann sér bara strákar sem að eiga alveg erindi í blak, sko. Þannig að þjálfarinn, hann fer í Netto og hann á vestan meira en bara kjötið. Já, það eiginlega þannig, sko. Hann mjög naskur á þetta og alveg svona sigla í honum, sko, að búa til leikmenn, sko. Það alveg mjög gaman af því og hann bara mjög flottur í því, sko. Gríðarlega metnað fyrir því og það gaman að segja frá því. Kristján sem var hjá okkur fór út hvað ég hitti fyrra og að spila í Þýskalandi núna. Hann bara sótti, hann og fjölskylduna til Ísafjarðar og flutti í bæinn og gerður honum rosalega flottan blakmann, sko. Sem orðið, sko, miklu meira en levelið á Íslandi, sko. Já. Bara komast í búlgarska landsliðið og hann með vegabréf sem bæði og það alveg magnað að sjá hvað hann gerði fyrir þann strák, sko. En sko, nú, þetta náttúrulega liðsíþrótt og það eru margar liðsíþróttir og þessi gamla klísja að lið bara sterkt eins og veikasti hlekkurinn, sko. En þetta á mjög vel við í blakinu. Þú getur ekkert skýlt þér mikið á bak við það ef þú ert ekki sterkur. Liðið þarf að spila saman sem ein heild. Já, það svolítið svoleiðis, sko. Þetta og við sjáum það kannski eins og með kvennalið. Nú eru valdir leikmenn deildarinnar. Það var engin káa leikmaður sem reyndar mjög skrítið. Og þjálfarinn ekki heldur. En þær eru bara rosalega flottar og spila vel saman og bara, þetta náttúrulega geggjað lið, sko. Mínu viti hefði náttúrulega átt að vera káa með þarna en við sjáum bara núna eins og með stelpurnar. Þetta alveg liðsíþrótt og það spila vel saman, sko. Já, svo það líka bara þannig að þegar enginn kannski skarar fram úr, þú veist, það enginn að skora langmest í öllum leikjum, þá þetta bara liðið. Já. Þú veist, það bara dreifing, við erum með rosalega flottan uppspilara í kvennaliðinu og sem bara að dreifa rosalega spilinu og ég meina ef þú eru að skora 14, 15, 16 stig hver leikmaður, 3-4 leikmenn, þá engin stjarna. En það bara allir að leggja sitt að mörkum. Já. Og þú veist, rosalega flotta varnarspilara þarna og þú veist, þetta er bara svo heilsteypt lið. Það bara valin manneskja í hverju rúmi og bara virkar. En finnst þeim í Neskaupstað ekki pínu svona eins og því að við stólið þessum árangri frá þeim allavega eins og kvennamegin því að nú voru þær meistarar í fyrra og enda svo í næsta sæti í deildinni núna því sækir þarna þjálfarann og hann tekur þarna leikmann með sér líka og... Jæja, hann var svo sem ekki að þjálfa fyrir austan. Hann var bara leikmaður og honum bauðst að þjálfa hér og fannst það spennandi. Og við svo sem sóttum engan. Nei, við náttúrulega sóttum hann kannski. Já, við vildum fá, við sóttum hann. Við vildum fá hann, sko, við vildum fá þjálfara og við vissum alveg hvað kæmi með, sko. Það kæmi leikmaður og það kæmi sem konan hans, leikmaður líka. Þannig við fengum, þú veist, 3 stöður, sko. Og hann náttúrulega búinn að vera frábær þjálfari, sko. Hann alveg bara
Hann að færa kvennaliðið upp á næsta level. Bara metnaðurinn og vinnan sem hann að leggja í þetta, þú veist, bara, það ótrúlegt, sko. Hann liggur yfir vídeóum og hann þú veist, þetta alveg ótrúleg vinna á bakvið þetta. Því það þetta engin tilviljun hvernig hann stillir upp liðinu, hvernig þú átt að blokka í hverjum leik, hvað þú ætlar að gera. Eins og þátturinn heitir taktíkin, sko. Já. Það hún rosalega stór hluti í blakkinu. Og það bara, þú veist, þú ert með, eins og í hinum liðunum, mjög sterka leikmenn. Og ef þú lokar á þá eftirleikurinn auðveldari. Já. Og þetta bara snýst svolítið það, sko. Og hann hefur gert þetta alveg gríðarlega vel. Og bara byggt upp svo, flottan hóp, sko. Já, algjörlega, sko. En nú ekki, sko, þetta ekki miklu peningar í þessu sporti. Hvernig að fá leikmenn til þess að æfa og mæta svona reglulega á æfingar og sýna þennan metnað sem þú vilt hafa í liði sem að keppa á hæsta stigi? Já. Mér finnst það hafa gengið vel allavega hjá okkur, sko. Alveg bara, þú veist, það mjög mikill metnaður í bæði kalla og kvenna. Og eins og í kvennaliðinu þá það að æfa mjög mikið og lyfta líka. Og svo eru vídeóhundir, og það bara, þú veist, það bara að finna það hjá sér, eða leikmennir, þú veist, það bara, þú veist, það metnaður, við ætlum að vinna og bara allir leggja sig fram, sko. Já, ég ekki að segja líka, þú veist, ef það metnaður kannski hjá stjórninni, það smiti aðeins frá sér. Það gæti alveg verið. Já, þú veist, ég vona allavega. En það nefnilega, þetta ekkert alveg svona sjálfsagt að leikmenninni þegar þú ert ekki að borga leikmennu fyrir að spila og þú veist, við erum ekki með kannski sömu yfirbyggingu og maður hefði viljað að það sé svona lítið svona sjálfsagt að mæta alltaf, þú veist, korteri fyrir æfingu, með að mæta þarna ægi og allt þetta dót sem þú vilt hafa til þess að vera á hæsta leveli. Akkurat. Og ég sé þetta bara eiga heiðurskilið, sko. En þetta náttúrulega bara það sem að fólk veit ef það ætlar að ná árangri. Þá þetta sem virkar. Þú veist, það bara þannig. Við höfum taka smá hlé hérna og kíkja yfir í smá auglýsingar. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós. Og við höldum áfram, við ætlum að ræða aðeins lengur blak. Svona góður árangur í meistaraflokki, þetta smitar út í gegn og þið hljótið að sjá ákveðna aukningu í iðkendum í yngri flokkum núna. Já, alveg klárlega. Ég er búinn að fá nokkuð skilaboð frá foreldrum, bara hvort að barnið eru með ekki koma að prófa að mæta æfingar og það náttúrulega bara alveg sjálfsagt og bara aukningin að sýna sig, sko. Þannig að ef einhverjir vilja að prófa að mæta, þá það bara alltaf opið, sko. Og eins og Arnar talaði, við vorum með frítt að æfa í fyrra og fólk getur alveg komið og prófað í, þú veist, 2-3 vikur. Já. Ef það finnur sig ekki, þú veist, mjög auðvelt að byrja núna, það eru margir nýlegar, það eru margir sem að byrja blaki í fyrsta skipti. Já. Þannig að það svona auðveldara fyrir krakkana að koma. Og svo erum við náttúrulega með alveg frábæra þjálfara. Mason að þjálfa krakkarna og Pála. Og allavega það sem ég er búinn að heyra frá þessum krökkum, þau náttúrulega bara dýrkaðu, sko, þannig að þau eru bæði mjög flotta fyrirmyndir, þannig að þetta alveg tilvalið að byrja í blaki núna, sko. Og það ekki bara tilvalið fyrir krakkana, heldur líka bara fyrir fólk á öllum aldri. Já, það bara vandamálið allavega kvennamegin, að það að vera erfitt, það allir full og hvergi tímar í íþróttahúsum eða neitt, þannig að þetta eiginlega var það svona vandamál að koma þessu fyrir einhvers stað, sko. En þetta bara eiginlega algjör sprengja, sko. Það náttúrulega líka sjálfsagt smitt þegar svona eldra fólkið, eða eldra, svona, það sem að hætta að geta að spila aðra íþróttir fyrir að spila blak, að krakkarnir að kannski kynnast íþróttinni og þetta hjálpar allt. Akkurat. Þetta rosalega mikill uppgangur og þetta rosalega skemmtileg þessi öldungamót í blakinu. Já, þetta náttúrulega bara á Akureyri, í nærsveit Akureyri, þá eru sko 5 mót sem svona helgarmót fyrir öldungana. Þetta bara hörku prógram fyrir þá, sko. Þetta bara allt niður í 3 vikna fresti, það bara helgið í blaki, sko. Þetta bara gott prógram fyrir þá og bara, þetta náttúrulega góð hreyfing fyrir þetta fólk líka, sko. Þannig að þetta alveg... Þetta bara skemmtileg stemning í kringum þetta. Svo náttúrulega framöndan núna, stóra öldungamótið sem haldið í Keflavík. Það sem eru, svona bilinu 160-180 lið, taka þátt. Og það rosa stemning og það gaman að segja frá því að KA svolítið að vinna það.
eins og annað í plagginu. Já, það bara þannig. En þetta þetta eru svolítið margir vellir sem þú þarft að stilla upp fyrir svona mót og þetta þarf alltaf að vera yfirbyggt. Þetta ekki svo í fótboltanum sem getur bara fundið grasplettið einhvers staðar og sett upp 2 mörk. Utanum þetta, þeir eru orðið svona mörg lið. Það geta bara ekki allir staðir hreinlega þá haldið svona mót eða eitthvað. Nei, þetta er eiginlega bara alltaf stórt sko. Við náttúrulega heldum þetta hvað hérna í fyrra? Já, fyrra. Já. Og ég meina við vorum með 15 velli. Já. Stiltum upp í bóganum, fengum dúka, sunnan, undirlag og þetta er bara rosalegt fyrirtæki. Já. Og það var nú skemmtileg pæling hjá þeim á Neskaupstað. Já. Að þau keyptu uppblásið hús sem ætluðu bara að setja gervigrasið úti. Það vildi svo óupplega til að kom þvílík snjókoma á eyðilagði tjaldið sko. En það hefði orðið ógeðslega flott og ef það hefði gengið upp þá væri hægt að fara á svona minni staði og halda svona mót. Þannig að það vonandi reynir þetta einhver aftur sko. Já, þetta er bara orðið svo opaslega mikið. Þú komið 1600, 1700 fullorðna sem alltaf svo allir á lokahóf. Allir alltaf að borða eitthvað staðar. Það er fara að vera svolítið staðir sem stendur undir svona hlutum sko. Akkurat. Og þetta er svona, þetta er eiginlega verða pínu bara næstu of stórt fyrir. Já. Þannig að það eru vaxtarverkir. Já, akkurat. En þetta er svona með svona lagað, eins og við tölum fótboltan, þegar þú byrjar að spila einhverjum bumbubolta einhvers staðar, það er ekki þessi mót og það hafið þið þarna í blakkinu. Já. Og ég svona, sko, jú, margir eru náttúrulega bara þessu í félagskapinu og hafa gaman sko, en það er rosalega keppni í opbóðslega mörgum. Og menn eru í ræktin til að vera í formi til þess að metta það. Á öldungamóti? Já. Þetta er bara, menn eru að stunda þessum íþrótt sko. Mjög stór hópur sko. Keppnisíþrótt, maður bara, það er allir með keppni. Maður er ekki að fara til að tapa. Langt flestir, nákvæmlega. Það er bara þannig sko. En svo er þetta mjög fjölþætt líka, við erum búin að tala um meistaraflokkin, yngri flokkastarfið, öldungamótin, svo er strandbalaki líka sem er náttúrulega alveg náskyld íþrótt. Arnar ætti náttúrulega að vita mikið um það, hann er búinn að standa sig mjög vel inn í kjarna. Takk fyrir það. Og Akureyri er búinn að gera mjög vel líka. Já. Við erum bara með líklegast flottustu aðstöðu á landinu fyrir strandblak. Og það er nú yfirleitt þannig að ef það er svona súlt yfir Akureyri, þá þarf maður bara að keyra inn í kjarna og þá er bara geggja við. Það klikkar ekki. Þetta er Benidorm okkar sko. Algjörlega. Þetta er bara, það er hafgóla hér og þá er bara, það er 15-20 hitinn í kjarna. Þetta er bara þarna bíi á sumrin. Við vorum reyndar að upplýsa leyndamáli núna. Já, fullt í sumar. En eins og kosturinn það er 4 vellir og þetta er bara, eins og ég segi, Akureyri bara alveg heiðurskildi fyrir hvað þetta er rosalega flott. Og við höldum núna í sumar allan að koma hreint, höldum 2 svona stigamót sem er hluti af mótaröð BLI. Og það eru glettilega margir hérna sem hafa verið duglegir að flækjast all land að spila á mótum, þú veist, það er mót á Þingeyri og Hveragerði og Reykjavík og þetta er bara, rosa prógramm að setja bara upp útilegustemninguna fyrir sumarið, hvar finnum maður strandblak. Þetta er svolítið fyndið því þegar maður hugsar Ísland, við ölumst ekki beint upp með sandinn á milli tánna og maður hugsar kannski Brasilíu eða Argentínu eða fyrir strandblakið en þetta er alveg hægt að stunda hér. Bara klárlega og þetta er bara næstu að verða hátt í 4 mánuði sem maður nær. Já. Með þessari aðstöðu þarna í skjólinu sko. Maður er að spila sem ég setti, við erum kannski komin í einhverja sokka svona, sandurinn pínum kaldur sko. Já. Og svo náttúrulega tókum við snjóblaki fyrra og það var enda mjög skemmtilegt. Hittum á, þú veist, mesta loggdag og sól í fyrra sem ég komin bara í mörg ár sko. Og það var alveg geggjað sko. Svo mér séði líka eins og öldungamótinu landsmóti 50+ í Neskaupstað, þá eru þeir að tala um crossnet, það sem við farum að spila á mörgum völlum, þannig að það er alls konar útfærslu, það er mikið að gera í blakinu. Já, bara þú veist, við erum ekki að spila helminginn af þessu sko. Menn er að spila, þú veist, með fótbolta á 2 metra háu netið eða eitthvað og þú veist, þarna mjög vinsæltextar í Suður-Ameríku. Og Bandaríkjunum er að spila á grasi 3 og 3 í liði, það er svona sumaríþrótt líka. Þú veist, það er alveg bara net og bolti og þú getur bara gert eitthvað sko. Já. En á heimisvísu þá er blak mjög stór íþrótt, þannig að fyrir þá sem að koma inn í þetta og við erum til dæmis að tala um að hann er að versla leikmenn á alls konar stöðum, það eru leikmenn að koma inn seint, til dæmis eins og Alexander í liðinu núna sem er komin í landsliðið. Það eru tækifæri þarna úti og jafnvel peningar
annars staðar? Bara glettilega margir Íslendingar að spila erlendis. Við, það allan 2 núna á KA sem nýlega farnir, að spila í Danmörku. Ég veit svo mikið hvort þeir að fá eitthvað fyrir það, þeir skóla. Og en það eru Íslendingar víða að spila blak. Og mjög algengt að sérstaklega stelpurnar hafa komist á háskólastyrki í Bandaríkjunum, að spila þar. Og það eiginlega kannski prósentulega séð mjög margir sem komast erlendis, því að blak eins og segir, hvað svona eftir hvað að skoða, hvort þú skoðar hvað segir maður, þá sem horfa á, áhorf eða iðkendur, að þá svona blak í 4. til 5. sæti yfir vinsælast íþróttir í heimi, sko. Og það bara rosalega stórt, sko. Það verið að tala um þessi milljarður sem að fylgjast með blaki, sko. 998 ef maður rétt síðast í googlaða. En það svo mikið skrítið, það svo margt að gerast í blakinu og eins og við tölum með kvennaliðinu að það alltaf verið að skora, þú pakkar ekki í vörn og það gerist ekki neitt og það bara steindauður leikur, það eru stig, skoruð allan leikinn. Þetta bara stemning, sko. Já, það sem eins og maður heyrði núna, nýkomur að búið byggarna daginn og sýnt í sjónvarpinu, það að koma fólk alltaf í bænum, bara heyrðu, ég var að horfa á blakið maður, ég bara datt inn í þetta. Ég bara byrjaði að horfa og þetta bara hélt mig við efnið. Og þetta heyrði ég líka, þetta var sýnt á Sport-TV í fyrra og fólk var svolítið bara eiginlega kvarta yfir að sjá þetta ekki. Fólk sem ég hélt að myndi aldrei horfa á íþrótt. Nei, einmitt, sko. Það allt í einu, heyrðu, ég gat horft á þetta. Þannig var eitthvað sem hélt mér við, sko. Þannig að vonandi svona sér maður meira, en eins og ég segi, KA10 stendur sig vel. Mjög vel. En þetta vantar svolítið inn í sjónvarpi, að mínu viti. Og líka bara umfjöllun í fréttum til dæmis, það mjög lítil. Og það helst í hendur náttúrulega við líka bara leið og kemur meiri umfjöllun, þá fáum við fleiri iðkendur og þá verður þetta líka stærra og flottara. Þannig að það kemur svona pínu íslenska geðvingin í manni núna, fótboltaliðið fer á stórmót, handboltaliðið, körfuboltaliðið. Langsótt að fara að tala um blagliðið á stórmótum? Sko, já. Já, ég held það. Það sé svolítið svona, svolítið í það. En samt ekki, ég meina þetta eins og þú segir, það ekki mikið af peningum í þessu og það dýrt að fara með þessi landslið og það þegar þú ætlar að koma saman landslið þú þarft að hafa æfingabúðir, fólk að missa úr vinnu og þú veist, það svo rosalega margt og það svo ofboðslega erfitt að koma saman bestu leikmönnunum öllum á sama tíma þar sem allir geta mætt. Og ég svona sýnir samt eins og ég segi smáþjóðarleikandi sem við erum núna að það verði svona með sterkari liðum sem að Ísland getur verið að setja. En nei, ég meina þeir náðu góðum árangri hvað var ekki fyrra, þá komist þeir áfram í Evrópukeppni. Komist áfram í milliriðla og spilaði á móti Frökkum og einhverjum svona stórþjóðum í blaki. Þannig að það svona kvennaliðið hefur náð árangri, unnið svona Norður-Evrópumót, Nefsa Cup. Þannig að ég held svona, já, hefur heppin eftir nokkur ár þá gætu við náð árangri. Svona miðað hvert það stefnir. Það alveg þannig. Nú að líða að lokum hjá okkur í þessum þætti, svona næstu skref hjá blakdeildinni, ósigrandi karlalið, ósigrandi kvennalið, svona eiginlega báðum megin. Hvað gerir maður næst? Já, það góð spurning. Herri, við fórum og spiluðum í Svíþjóð og Danmörku og með flottum árangri. Ég held við þurfum bara að vinna það næst. Ég held að það sitja það bara margt í þar. Bara fara á Nefs og Já, það var ekkert langt í að kalla megin. Nei. Og ég held við bara setjum bara markið hátt. Haldið þið náðu að halda þessu leikmönnum sjáðu fram á það að þau þurfa að eiga sér stað einhver endurnýjun í liðinu? Það alltaf einhver endurnýjun en svona mér ég að vonast til þess að við getum haldið kvennaliðinu svolítið óhreyðu. Það svona, það verður rosalega gaman. Halda þessum sterka, að geta spilað með þetta lið næsta ári, með þennan sterka hóp, hann verður bara ennþá sterkari. Og það verður einhverjar hreyfingar í kalla, það svona bara eftir að koma í ljós. Það verður alltaf eitthvað lið. Ég held að KA verði alveg svona eftirsótt, sérstaklega eins og í kvenna með hennar frábæra þjálfara og eins og ég sagði áðan með háskólann. Það bara, hann trekkir að sko, og KA, það alveg klárt sko. Og svo kannski næstu skref einhvers konar yfirbygging, sjáum við einhverja uppblásna öll eða eitthvað svoleiðis? Það eru einhverjir búin að tala um sko uppblásið inn í kjarna. Já, yfir Starbarsvöllum. Já,
til þess að geta spila strandbak allan á sín. Það varst þú þá sem þetta. Nei, getur Já, og kannski fyrir formaður deildar, Valgeir. En sko, við náttúrulega köllum reynda kannski eftir því bara uppbyggingu upp í Káa. Það svona sem að vantar. Ekki sko endilega, það náttúrulega fótboltinn, að vantar fyrir fótboltan, blakið og handboltinn, þetta bara svolítið að springa. Þetta bara sprungið, allar deildir eru bara í kös, sko. Þú veist, maður eiginlega alla horn sem við getum skilið eitthvað eftir í, því að það bara allt, hver einasti fermetri nýttur. Og menn að reyna náttúrulega sjálfsögðu að vera í bróðefni og allt það, en þetta bara erfitt í svona þrengsl. Það ekki plássur í búnaðinn og þetta bara, og ekki allar búningsklefar á leikdegi, sko. Það eiginlega bara svolítið svoleiðis. Það eru vaxtarverkefni þegar algjörlega, sko. Bara klárlega, sko. Sem þetta bara fínt, sko, en við köllum eftir uppbyggingu. Klárlega. Akkurat. Með því ljúkum við þessum þætti. Takk kærlega fyrir komuna í settið í Taktíkinni. Og takk áhorfendur kærlega fyrir áhorfið í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði J.M.J.